Linda, skál í mini-besties. Skál í mini-besties. Oh my god. It's finally here. Já, ég bara dig deep. Þetta bara best sem ég veit. Áfrís, ég get ekki bara setja með þetta bara ekki býta strax í þetta, sko. Nei, ángríns. Mér er bara langað svo mikið að býta, ég er bara haldið hérna í... Ég veit, það er bara haldið á henni bara. En við erum loksins bara búin að segja frá þessu núna. Já. Mini-besties. Það er komið út. Þetta er gamla góða besties. Just a mini. A mini one. A mini one. Á pinni. On a pin. Já, ég meina, þú veist, ekkert eðla það. Hann er svona krútlegur, lítill, þægileg svona biti. Það ertu pæli makrós og eitthvað þannig. Þú veist, hann er bara 118 kalorir. Eitt svona. So nice. So nice. So nice. Og þú veist, þú getur eiginlega ekki bara einn, en þú veist, einn er bara 100 kannski. Já, einn í einu kannski. En þetta er svo, það er svo gaman að vera komið með hann í pinnaformi líka. Út af því að nú nálgast sumarið bráðlega. Og ég veit ekki, það er svo mikið væp. Þetta er mesta væpi. Það er svo mikið væp, sko. Seta hann hérna bara út á palli, bara í sólinni og... Perfect. Og ég sagt ykkur það að við eigum eina sem alveg vera 4 ára sem er mest aðdáandi. Þetta er mjög gott fyrir þá sem er næstu að verða 4 ára. Já. Það er margir litlir sem að elska þennan ís, sko. En það er einmitt, þú veist, að því það er svo mikið sport að fá ís á pinna, sko. Þegar maður er lítill, þótt hún elskar náttúrulega best ís líka, hún Embla Líf og finnst mjög gaman að brjóta dolluna og gera það classic with a classic one. En það er eitthvað með sumrið og vera út að leika og vera með pinna og... Það er mikið væp. Svo mikið væp. Já. Já, sko. Og líka bara svona, þú veist, á kvöldin, þú veist, þegar maður bara svona fá sér eitthvað smá kvöldsnarl. The perfect one. Ángríns. Ég er svo stolt af hennum. Já, ég er svo stolt af hennum. Það er svo cute. Maður er ekki trættu við að við ekki það, þú veist, það má alveg bæta dífu ofan á. Já, maður vill gera það, þú veist, gera meira súkkulaði, skilur. We don't blame you. We don't blame you. Þó að sé alveg svona, mér finnst það svona fullkomið amount. En stundum langar manni bara í meira. Og líka sko hindberjabræði sem er þetta klassíska, það er búið að blanda því í ísinn, þannig að það er ennþá þarna, þetta er ekki bara ostaköku og súkkulaðið. Einmitt. Þú ætti kannski sjáu það ekki. Nei, það sést ekki eins í þessum, sko. Ekki eins, sko. Nei, it's mixed. Bara so good. So good. Ætli sé að smetta þarna. Sorry guys, já, kannski ættum að ekki gera það. Já, geymum þetta. Ég held það sé sniðið. Já. I will save you for later. 100%. En mini-besties komin í verslanir. Yes, sir. Fáu ykkur, takkið okkur, sínu okkur. Gera taste test. Gera taste test. Bara we want to see what you think. Hvað er ykkar svona? Þeir sem eru... Hvað ykkur finnst? Já, og þeir sem eru bestis aðdándur af the OG one. Bara, þetta er bara stækkun af fjölskyldunni. Núna eru við 3 manna fjölskylda. Já, og nema það er 8 í kassa. Akkurat. Þannig að, þú veist, we had a lot of babies. Yes, a lot of babies. Við erum bara svo sæjastur eða eitthvað, sko. Já. En fáum okkur happy með. Já, að sjálfsögðu. Alltaf. Við erum ískalt vatnina í happy heitur til brúsanum okkar. Ég er búin að vera svo spennt að þetta... Þetta er búin að vera inn í ískap, sko. Svo næs. Er happy að selja þessa glerbrúsa? Þetta eru sko ekkert eðla næs brúsar. Þeir voru í hana kassan sem var til sölu, einhvern tímann inn á netinu. Já, það. Happy heitur, já. Góð spurningur sé ennþá. Þeir eru allavega ætti að gera það. Ángríns, ef þeir eru að hlusta happy, þá er þetta allavega... Þetta er í alveg besti brúsin fyrir þetta. Ég sverða. Að þetta er eitthvað svona, þú veist... Það verður eitthvað svo fresh. Já, að þetta er eitthvað svona gler. Já, maður sér líka litin einhvern veginn. Og maður sér ansi hvað þetta er vel blandað. Já, true. Það sé líka óslega mikið tricksið. Þú veist að ég nota svarta happy brúsin alveg mikið. Já. En maður sér ekki að vera onni hann, sko. Sko, ef við fyrir að sína þér, þá er þetta bara brúsin hér. Það myndaður maður það, sko. Það var alltaf á til sölu, byrja að tjekka bara. Já, ef ekki, þá bara erum við að gefa þeim hellaða hugmynd og bara... Ég held að hann sé pottet einhvers þar sem að sjá. Arnar, jú, get on it. Já, get on it. Ég hef engar ágjur af því. Nei. Shake that shit. Akkur er þetta líka svona flott að litin. Að þetta er bleikt. Ég veit það. Þetta er bara svo... Þetta er eitthvað alveg eins og gólaðinn. Já, þetta er alveg svo góla mín, sko. We are matching. We are fucking matching. Og Keiko er hérna með okkur. Heiði, já, Keiko, Amalis Keiko. I love her so much. Hún er best. Já, Keiko Lína, sko. Já, Keiko Lína, sko. Hún er svo sæt. Ég var svo stressuð að fá gesti og hún geti ekki verið með og eitthvað í settinu. Við þurfum einhvern veginn að finna leið til að hengja upp hérna. Við þurfum að gera það, sko. Á gardínuna okkar. Já. Það fyrir bara með bandið eitthvað frá lofti, sko. Já, einmitt. Vírið eitthvað. Já, eða bara frá skilur stönginni. Já.
Við þurfum að finna út úr þessu að því að... Að því Keikulína verður að vera með, sko. Já, hún svo sæt. Hún our bestie, sko. Já. I love her so much. Oh my goodness. Skál í Happy. Skál. Skál í bestie, skál í Happy. Það er brjálega að gera, hann skála fyrir öllum. Við erum hingað mætta til þess að ræða hefði eina svona The Oscars. Sem by the way, þú veist, erfiðar að horfa á Óskarinn heldur en að hitta konungina. Ég sver. Hvað að fucking gerast? Akkur ekki hægt að horfa á þetta í heild sinni? Stöð 2 var einu svona alltaf með, þú veist, live útsendingu af þessu og Já, svona. það ekki. Hvað gerðist? Ég man Dóra Júlía var eftir að lýsa og eitthvað. Já, mitt. Já. What the hell? What happened? Bara eru Hulu bara búin að kaupa þetta eða eitthvað? Sko, ég var okkur Google Mission í morgun að reyna að finna út hvað við getum hort á bara the whole ceremony. Bara ég veit það voru 4 tímar. Við vorum tilbúnar í það. Já. Við ætlum í það. Hörru, nei, ég var bara að googla út allt og ég fór mér þessi inn og bara svona Óskars heimasíðu, bara svona where is it streamed og þá stóð ennþá Iceland, stöð 2, stöð 2 plus. What? Þetta var ekki á þeim staðiger. Ætla að komi bara að geða setna eða Nei, þau voru að tala um eins og þetta var live. Þetta hefði átt að vera live þaðan. Var það í nótt eða? Nei. Nei. Eitthvað. Já. We don't know. Það gæti alveg verið. Nei, af því það voru svo ógeðslega margir að leita setja í þessu, já, story og rétt, eitthvað, já. hvar get ég hort og eitthvað. Það var bara ógeðslega mikið bras. Já. Bara fáralegt, þú veist, maður ekki spenntu fyrir þessu, þú veist, það er aldrei neitt bras að finna eitthvað fótbolleiki, Einmitt. skilur, eða eitthvað. Justice for us, sko, hérna. Nei, mér finnst það, sko. Jesus. Já, þetta er alveg pínu alvarlegt, sko, Já, mál. ég er sammála. Þetta er mjög alvarlegt en við náðum að horfa bara svona best of. Já, við gerðum það. Já, við hefum aldrei hort á Oscarinn ever í heilsinni og þarna ætluðum við bara að hittast og gera það. Það tókst ekki. Nei, look what happens. En við náðum að horfa á svona flest sem gerðist. Já, eins sem er pyrrandið að horfa á þetta svona á netinu eftir á, þú veist, það er alltaf bara eitthvað svona... Spoilers. Já, þú veist, bara svona... This one accepts the award. Já. Svo svona... Gauð. Hei. Ég var búin að forðast alla samfélags. Já. Hvað meinar ég það? Og líka bara eitthvað svona, þú veist, þá sjáum við ekki. And the nominees are. Við sjáum bara, the winner is. Já, einmitt. Og mann er langar að sjá brot úr myndunum, mann er langar að sjá... Já, allt. Upptalninguna á, sem því sjálf með, hvernig hann bregst við þeirri tilnum, eða þú veist... Einmitt. You wanna see it all. Það bara var ekki búið fyrir okkur. Nei, ógeðslega leiðilegt. Já. Ógeðslega leiðilegt nefnilega. Ekki málið. Nei, að þetta er svona, þú veist, af hverju þetta alltaf vera svona erfitt að finna eitthvað, því þetta er okkar. Sumir er ekki að horfa á, þú veist, NFL eða þetta er okkar fótboltaspil, sko. Þannig að this is our Super Bowl. Já, algjörlega. En hvar er að byrja? Ef við ekki bara fara yfir hana lista? The full list. Þannig að bara byrjum bara á því stærsta, bara the best picture. Best picture. Þar tilnefnt var Anora, sem að við höfum hvoruar. Nei, hvoruar hirtum við. The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune Part 2, Emilia Perez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance og Wicked. Já. Ég er bara búin að sjá Wicked þarna. Ég líka. En ég veit hvað Dune er. Nei, ég hef sett Dune. Já, þú hefur sett Dune Part 2. Ok. Ég hef sett Dune Part 2. En, já. Og svo höfum við séð hálfa Emilia Perez. Já, við þurfum að fara í það, sko. Já. Við sem sagt, förum að í það. Við vorum að reyna að horfa á Óskarinn áðan bara og horfum svo á bara svona highlights og best momentin og eitthvað þannig. Svo vorum við bara, nei, það þurfum að kveikja þessar mynd. Þessu Emilia Perez. Og því við þurfum bara að vita, what is the hype? What's the fucking hype? What is going on? Þessi myndir, allavega Zoe er búin að vinna allt. Bara allt supporting actress í öllum svona, og líka Óskarinn. Já. Þannig við vorum bara, við erum búin að sjá klippurnar að svo spóli. Og við vorum bara, hún hlýtur að vera með leiksigur. Bara leiksigur. Nei. Þessi mynd er alltaf bara, þú veist, hún er söngleikur. Já. Þú sagðir það best á hann, sko. Þetta er leikrit. Já. Þetta er ekki bíómynd, þetta er leikrit. Þetta er bara leikrit. En, þú veist, hún er svona sett upp sem
þegar maður veit ekkert, maður sér bara okkur, þetta svona eins og Wicked, skilur, söngleikur. Já. Musical. En að bera þessi tvö musicals saman náttúrulega alveg galið. Ég verð að segja það eins óvinsæl skoðun og það þú veist, Jokerinn var betri musical. Heldur þessi? Já. Hræðileg lög. Í þessu Emilia Joker. Perez. Já. Nei, Jokerinn var skári lög en það bara átti ekki heima hana. Nei, en það var allavega að meikaði meiri sens þegar þau bröst út í söng, right? Já, og líka bara ekki... Nei, ég veit að Jokerinn var ekki vinsæl sem söngleikur og þú veist, I know, en í alvörinu, ef ykkur fannst það slæmt, guð minn bless ykkur. Já. Ég satt sko á hann að horfa og ég var bara, ef þú veist, auðvitað blöndur að fela sig, þetta tekin, þetta var fáránlegt. Þetta ánsvíks alveg, já. Ég var búin að senda þess að byrtu þetta síðan í nóvember eða eitthvað. Og hún hefur aldrei hort á þetta allt sem ég var að senda henni. Nei. Að ég var bara, hún var í áfalli, ég var bara ekki búin að sjá þetta. Þetta er bara eitthvað ég er búin að vera pirruð yfir þessu. Ég hef búin að sjá náttúrulega þú veist, vagina dæmið. Já, ég hef búin að sjá penis and vagina. Já, og svo bara hætti ég alltaf að horfa því mér fannst þetta bara svona lélegt, ég bara svona I don't want to waste my time á þessar klippur, sko. En bara svona setja myndina að stað, þú veist, setja þetta í samhengi við bara það sem á að vera að gerast í þessar mynd, ég var bara, hvað er að fucking gerast? Að því myndin, við horfum aðeins á, við erum ekki mátt að klára hana. Nei, þú líka 5 tímar. Já, hún 1,5. En, nei, jú. 1,5? 1,34, jú. Hún er 2,5. Ha? Hún er meira en 1,5. Nei, ég held að þegar við íttum á play, þá stóð 1,5. 90 mínútur. Ég held að það 2 og eitthvað, sko. Nei, 2 tímar og 10 mínútur. Hvernig var það 1,5? Það var 1,5 eftir þegar hún þegar þú sagðir, ok, stoppum núna, sjáum, þá voru 40 mínútur búnar. Já, jésus, 2 tímar á þessu spólu. Já. Rosalegt. Allavega, við horfum alveg að slatta að henni. Já, við eigum sko klukktíma eftir. Og það er alveg búin með helming. En við gáðum samt ekki hægt að horfa. Ég er að fara að klára þessu mynd, sko. Já, við verðum að vita hvernig það endar. Það er bara svo leys. En söngurinn er alveg hrikalegur. En við vorum að ræða það bara svona, þegar maður er að horfa á Óskarsmyndir, ef mann líður óþægilega, eða svona kjánalega einhvern veginn, þá er hún líklegur til að vinna. Já, 100%. Það er svona óþægilega myndir. Svona eitthvað svona, annarkvort einmitt svo ræddum að bara svona Oppenheimer, bara svona listaverk sem er bara svona, fari gett vel í eitthvað sögu, eitthvað svona, og þú ert bara gett trúur og þú varst á þessum tímabili, eitthvað svona, eða einmitt eitthvað svona indie mynd, eins og þetta svona lukkar eins og, sem er bara svona, what the fuck am I watching? Mér langar líka að sjá þessu Substance. Já, mér langar að sjá hana. Ég held, hún er örugglega mjög óþægileg líka. Örugglega. Og með að við introðuðu Óskarnum þegar hún er eitthvað sprötsið okkur og eitthvað. Já. En akkur hef ég aldrei síðan einu af þessu myndir? Ég skil ekki, og every year þá séum við þetta. Já, það þarf að horfa á þessu myndir. Nei, en akkur hefur það ekki bíó eða eitthvað? Já, Dune var í bíó, Emilia Perez var ekki í bíó. Nei, en þarna er ekki Bob Dylan myndin, eða? Nei, hún er ekki tilnæmd sem Best Picture, og ég er mjög spennt að fara yfir tilnæmdinga þar. Heitir hún Bob Dylan? Já, nei, meinar. Já, hún heitir Bob Dylan, eða ekki? Nei, hún heitir Complete Unknown. Hún var tilnæmd sem Best Picture. Það er rétt, yes. Já, við erum ekki alveg að skilja það. Sko, já, við erum ekki alveg að skilja okkur, hún er í bíó svona seint á Íslandi. Kom út 25. desember í Bandaríkjunum. Já. Og hún er bara núna í bíó í Íslandi. Já. Ný komin, sko, eða kom fyrir svona 2 vikum eða eitthvað. Og hún var fljót að fá recognition. Já. Vá, hún er alveg 7,5 á IMDb. Það er ekki alveg frekar gott. Emilia Perez með 5,4, sko. Þess, hvað er að gerast? Hvað er það að Nóra? Ég ætla að segja því á IMDb. Hvernig mynd er það? Það er comedy, romance. Já. Það er svo skrítið. 7,7. Ha? Það er eitthvað sem við verðum að sjá. Við þurfum að horfa á hana, sko. Já. Það er, vá. Er hún söngleikur, eða? Nei. Þú lúkkaði í horfa á hana eins og söngleikur. Hún lúkkar einmitt þannig. Hún lúkkar þannig á svona skiltinu. Já. En hún er ekki flokku sem það. Nei, en ekki heldur Emily Perez, eða? Jú. Eða? Já. Emily Perez er musical crime. Musical crime. Já, hún er ondjós musical crime. Nei, veistu hvað? Þetta er ástæðan. Crime, sko. Já,
þetta ástæðlega þetta vann eitthvað svona þegar þau byggu til nýtt kategóri sem bara musical crime. Musical crime. Nei, þetta musical/crime. Já, ég veit þetta, þú veist. Hvað Wicked? Það bara musical? Já, það ekki. Musical fantasy. Já. Makes sense. Það ekki? Jú, það meikar 100%. En já, þetta í alveg þið verðið að horfa á þessu Emily Perez mynd. En við vorum líka að tala það svona eins og, þetta oft talað þetta í tengslum til dæmis við ég veit ekki okkur fyrst sem kemur hausnum við þú veist, Eurovision. Oft lög samin fyrir Eurovision sem eiga akkurat að hitta þú veist akkurat, tökum allt sem gett mikilvægt núna, tökum, núna country gett vinsælt, höfum country vibe á þessu og svona samið svo það muni vinna. Já. Bara textin, þetta, mér finnst þess að þessi bíómynd, og við vorum að ræða þetta var þessi Emily Perez, ég veit hún vann ekki Best Picture, en við þurfum bara að tala hana því að við bara skiljum ekki alveg hæpið. Þú veist, en hún vann ekki, skilur? Nei. En af hverju var Zoe að vinna svona mikið? Já. Það er náttúrulega flott og allt það, ég dýrka þessi leikonu, en hún ekki betur en Ariana Grande og Wicked, sko. Nei, og líka, bara þú veist, en það eins og þessi mynd hafi verið skrifuð til þess að vinna allir þessi verðlaun og það hefði virkað sem ekki að pirrandi. Já, en vann hún eitthvað fleira? Hún vann alltaf helling á Golden Globes. Ég veit að hún var helling þar, sko. Já, og en förum bara yfir allan vinnarana, en því já, ég held að hafa 100% unni eitthvað meira, sko. Jú, Best Original Song. Shut up, hvaða lag? El Mal. Nú ég alveg ótrúlega forvitin. Hvaða lag er það? Ég veit ekki. Má ég sjá, betur? Best, það er original song, gefum það. Já. Það er engin annar með original song. Jú, það er alveg fleiri tilnefndir, sko. Já. El Mal. El Mal, já. Ok, spilum aðeins. Spennt að heyra. Vorum við búin að sjá þetta? Held ekki. Akkur textið á spænsku? Veit ekki. Þau voru með... Þetta fólk sem tala spænsku skilur þetta alveg. Þau voru alveg með 2 lög tilnefnd í Best Original Song. Þetta er líka alveg 3 mínútna lag. Já. En þetta nákvæmlega, þið þurfum ekki að hafa séð... bara please horfa þessu mynd því að þetta í alvörunni, ekki bíómynd, þetta leikrit. Þetta áns leikrit. Þetta bara leikrit. Já, og bara það sem við meinum bara, þú veist, það ekkert svona, lagið ekki svona náttúrulega flæði inn í eitthvað. Og ekki heldur sýnið. Nei, ekki þú veist, fólkið og allt í henni bara breytist allt, þú veist, þetta á að vera svið. Allt í henni breytist svefnherbyggi í dansgólf. Já. Og svo aftur svefnherbyggi. Það var svona... á meðan, þú veist, eins og bara... Þetta er bara eins og þú sagði vestlóleikarit, skilur við. Þetta er bara eins og vestlóleikarit og með fullur respekt fyrir vestlóleikarit, þeir eru mjög flott. Þeir myndi ekki gera bíóspólurið, skilur við. Akkurat. Það á heima á sviði. Já. Þetta er bara svið. Þetta er bara svið. Bara tekið upp. Með þess að lýsingin og allt. Svið sem sett í geggja bíómynd, skilur við. Já. Það er munurinn. Þannig að maður skilur ekki alveg, og musical, bíómynd, þú veist, söngleikja bíómynd á bara vera, ég veit ekki, ég veit ekki. Ok, heyrðu, förum yfir þetta áfram. Allan að vinnurinn var Anora fyrir Best Picture. Það mynd sem við erum ekki heldur búin að sjá, en er víst einhver comedy romance. Alveg með 7,7 IMDb. Þetta er unga stelpu frá Brooklyn sem að fær svona sinn sjans í svona Cinderella story þegar hún hittir og giftist eitthvað gettiríkum manni. Hvernig er þetta að vinna eitthvað? Svo er þetta hljóma ræðilega, leðilega. Fyrir Óskarinn. Ok, við gefum henni sér, svona 7,7, það er alveg hátt. Jú, hún er næði. Anora is a young sex worker who gets the chance to become Cinderella. Og dröglega eitthvað svona two worlds collide. Já, eitthvað svona. Ég er spennt fyrir þessu. Ég langar alveg að sjá það. Ok. Best Actress, og þar voru tilnefningar Mikey Madison sem úr Anora, Cynthia Erivo úr Wicked, Carla Sofía Gascon sem aðaleikonan í Emilia Perez, Demi Moore úr Substance og Fernando Torres, I'm Still Here. Anora vann, eða þú veist myndina Mickey úr Anora vann þetta. Best Actor þá voru Adrian Brody úr The Brutalist, Timothy Chalamet
úr A Complete Unknown, sérst Bob Dylan myndinni. Coleman Domingo. Hvað er ekki sagt? Sing Sing, hann er myndinni. Ralph Fiennes. Hvað er ekki að tala? Conclave. Og Sebastian Stan úr The Apprentice. Það er svo mikið, þú veist, ok, bara Ralph Fiennes, geggjaður leikari, Sebastian Stan, geggjaður leikari. Akkur vissi ég ekki að þeir eru með eitthvað Óskars tilnefnda myndir. Ekki heldur. Ég er alltaf að horfa bara á eitthvað. Hvað er að horfa á? Hvað er það sýndast? Veit það ekki. Og þegar við kveiktum að Emilia Perez, þá kom eins og var í Netflix. Já, kom eitthvað svona Netflix Presents. Já. Er það Netflix mynd? Einmitt, það er hljómar hræðilega. Netflix myndir farnar að vinna Óskarinn. Það er galið. Netflix myndir, ég er alveg með smá svona Maður er með svona heit. Já. Herðu, jú, er bara Netflix logoðið á þessu, sko. Ætla að bara keypta en ekki prodúsa. Gæti verið. Er bara, þú veist, Ég bara hún spyr. er bara inn á Netflix, sko. Það er alveg auðvitað að horfa á hana heldur en Óskarinn. Já, hann kryns. Já. En já, Adrian Brody vann sem sagt Brutalist og fólk er eitthvað svona smá að það ekki ósátt með það varandi Timothy Chalamet. Já, því að Adrian Brody Brutalist-myndin á að vera bara að gefa mikið AI-dæmi meðan hann laði bara gefa mikið á sig, söngnám í 5 ár, bætti á sig og bara, já, og laði gefa mikið þetta hlutur, og fólk er mjög ánægt með Timothy í þessari spólu, sko. Mjög ánægt með spólu, já. Já, hann er bara komin á svona, þú veist, fyrir mér er hann alveg A-list celebrity, en núna er hann komin á svona A-list. Nei, hann er, já, eins og ég segi, ég held að þetta sé bara svona næsti Leo, sko. Já, þú veist, já. Leikarlega séð. Já. Já, algjörlega. Þetta er bara it boy, skilur. Já, hann er bara svona þannig, sko. Já. Það er bara, maður sér það bara á líka hvernig, sko, hini leikarnir í kringum hann. Bara svo Adam Sandler, bara eitthvað, Chalamet, eitthvað, þú veist, og líka bara, þú veist, hann er, eins og vorum að ræða hann, bara hann er, ef það er opening, ræða, þá er hann alltaf tekinn fyrir. Og hann er ekki tekinn fyrir eitthvað svona, there's Kylie Jenner sitting next to you, það er bara hann. Hann er bara, hann er þarna. Þeim er drull, skilur að taka í hann núna, þetta er bara, og líka þegar maður er að horfa á svona red carpet stæmi, eitthvað, bla, það er alltaf Timothy sem maður sér svona aðalega. Já. Og líka bara hlutverkin sem hann er að fá þessa dagana. Bara, veist, hann er að fá stór hlutverk. Þú veist, bara, já, veist, hann er alltaf bara svona main character. Hann er að gera geggjaða hluti. Geggjaða hluti, My guy, sko. My guy. Og það er allir þannig að sé svo góð, við erum svo spenntir að sjá þessa Bob Dylan mynd, sko. Já, A Complete Unknown, við þurfum að horfa á hana. Við erum enda að sjá Wonka líka. Ég múið að sjá hana. Takk fyrir að horfa á hana mín. Ég horfa hann í flugvél, betur hvað var ég? Hann kom í flugvél? Já. Var hún 2003? Já, það ekki. Já. Ég horfði á hana, hvenær horfði ég á hana? Var það heim frá París eða var það svoandi? Heim frá París? Ég sé aldrei í flugi. Alveg heim? Erstu næ aldrei að sofna? Man ekki eftir fluginu heim? Nei, maður ekki aldrei. En ég horfði á hana einhver SLD-flugi, sko. Já. What? Já. Sáttu við hlifið lið? Maður ekki. Ekki heldur. Akkur manni ekki eftir fluginu heim? Akkur manni ekki hvað flýða Hvað var að flýða okkar? Heim. Já, heyrnartólum mín týnd. Já. Þannig að ég var örugglega að horfa þá á spólu. Í tækinu. Já. Hvað horfðu á? Vanlega horfum við alltaf saman. Ég veit það, já. Spes. Ég veit ekki. Þú horfður ekki held ég á hann þá. Nei, þá hefðu þú hort líka. Já, ég hefði líka. Það hefði ég verið eitthvað, ég er að horfa á Wonka og þú eitthvað, ég líka. Já, það hefði gert það líka. Já, ég hef búin að sjá hana þá mér þess að. Já, það horfðu aftur. Nei, ég er að segja, þú veist, ég verið verið í eitthvað öðru flugi, en ég bara, Alltaf horfa á Wonka. hvenær ferðast ég ekki með þér? Þannig að ég er svona eitthvað, hvernig anskotin gerði ég það? Ég veit. Hvernig fórst senast án mín? Já, ég veit það ekki. Bara leiðin heim frá Króatíu, en þú veist, Já, kannski. var það með æs? Já. Já. Ég held að, já. Það hefur verið þá. Já, það varst ekki með mér. Já. Það var ég eftir. Annars er ég ógæst ekki búin að ferðast með þér. Nei, án þín, segi ég. Já. Eða hvort það var bara á tenni í mæi, þú veist, ekkert mann. Var það Æslandeirflug? Já. Já, ok, við erum alltaf að fljúa Æslandeir. Já, en já, ok. Ok, áhugavert. Ég hef búin að sjá hana, já, en hún var bara svona fín, sko. Já, ég bara elska Timmy, sko. Já, þú veist, en mér fannst hann bara vera, þú veist, hann var bara dúllukall í henni, skilur, hann bara ungur Wonka, skilur, Já. þú veist. Ég er spennt að sjá hann Svona, stundum. að hann er svo söngleika. Já, stundum, sko. En Dansa. já, ég fekk alveg Ég elska svona klippur á honum þegar hann er theater kid og eitthvað. Já, þú ert nefnilega, þú er svo fyndin, þú er svona,
þú elskar að sjá það. Já. En svo ertu bara, að vera það. Nei, mér finnst ekki að, þú veist, hvað mennur? Ég veit ekki alveg hvernig ég Ég meina get ekki verið því að þetta get. Nei, ég held að sér að meina það. Mér finnst bara leikrit oft vera Nei, því þú cringy. getur ekki leikrit líka heldur. Jú, ég get alveg sum, sko. Er það? Já. Hvaða leikrit hefur þú séð sem þú ert bara, ég get? Mér fannst Bubba leikritið alveg gott, eins og ég sagði við þig, Já. en varst það bara svo langt. Já, þið varst það mega langt, já. Já, og mér finnst erfiðar að horfa á íslensk leikrit heldur en útlensk leikrit. Ég skil, Ég veit ekki hvað er eitthvað með íslenskt efni sem ég fæ bara svona smá cringe. Íslenskan eitthvað. Að ég næ ekki að plata mig að þetta sé, að það gæti verið eitthvað svona alvöru. Því ég veit að þau eru bara, þetta er bara íslendingar, skilur við að gera, þetta er ég og þú. Ég næ ekki að vera fooled, veistu hvað ég meina, eins og því að horfa okkur annað, það er svona fooled að þetta sé þessi karakter. Já, þetta er einhvern veginn ekki inn í það, jafn mikið. Nei, Já. ég svona trúi ekki eins mikið. Já. Það er sem ég þú líka heldur við leikrið meira, þess að fíla meira bíómyndir, skilur við, því að þá svona næ ég svona að plata mig að sjálfur, skilur við, þó að sé í geimnum, skilur við, það er bara eitthvað, Já. og það bara að vera svona, Já. ég þarf að trúa sögulínunni og þegar fólk brestist einmitt í söng, þá er það búin að eyðileggja það. Já. Við ættum kannski bara að byrja að gera það meira. Bara þessi söng. Já, og þá kannski trúum við því meira. Já, kannski get ég hórt meira á þetta, því þetta er greinilega trendið. Já, og þetta er trendið, Já. algjörlega, og það er svona að tala um, það er svona Emilia að byrja að gefa út, því að þú veist, hún bara skrifa út frá trendum. En hann er í Little Women, hefur þú séð hana? Nei, ég hef ekki séð hana, við verðum að sjá hana. Ég hef ekki heldur að lesa bókina. Ekki heldur, og verðum að taka hana líka fyrir, einhvern bókabóðinu. Einhvern tíman. Ok, Þú förum sér við. þarna, Við bregðumst. já, en þetta er gott, við ætlum að gera meira af þessu. Já. Ég er eins og góða syngur. Herru, já, en fólk var einmitt, en þú veist, Adrian Brody fyrir Brutalist, ég veit ekki hvað sem mynd er, hún bara hljómar eins og hágeða bíómynd, Já. að því hún heitir The Brutalist. Má ég sjá, þetta er Escaping Post-War Europe. Einmitt. A visionary architect comes to America to rebuild his life. Akkur Já. hann alltaf að leika ykkur svona war-dæmi. Já, en þetta er nákvæmlega alltaf óskarsmið eitthvað svona, fara aftur í tíman, Já, eftir einhver saga. seinni, Já. eitthvað svona saga. En hann er aftur að leika ykkur svona. Í hverju var hann séð sem hann leika svona? The Pianist, það var Alveg inn í rétt, já, setja já. heimstyrjöldinni, skilur, hann var að fela sig allir tíman. Já. Geggjum mynd bæða það, horfðu á hana. Algjörlega. En, þessi mynd er 3:35. Já, þetta er nýtt trend. Að hafa þær svona Svo langar. langar. Nei, en það er greinlega trend, horfðu á Wicked. Já, en það er alveg oft með svona sci-fi vibe, eða svona Já, en þú veist, Oppenheimer fantasy. var Já. líka svona löng, hún vann og geðveikt mikið. Þessi, þú veist, þetta er greinlega trend líka og það sem var Emilia Pérez gerði svona ógeðslega löng. Já, mér finnst 2 tímar vera maxi. Það er maxi, sko. Nema þú ert að horfa á eitthvað svona sem er, þú veist, eins og Wicked, mér fannst hún ekki, mér leiði ekki eins og hún væri svona löng því að horfa á hana. Af því það er svo mikið að svona gera, svo mikið svona fantasía og eitthvað þannig. En þegar það er svona eins og Oppenheimer, þegar þetta er bara saga allan tíman og bara get slow, skilur, þá er maður bara, Það var, já. já, þegar það er bara eitthvað action, skilur. En ég veit eitthvað hvernig þessi mynd er, sant? En Hvað fær hún einhvern? hún er með, 7,6. Já, ok. Þetta er gott. er tebóða sem við erum að fara yfir hvað myndir við ætlum að horfa á. Þetta er bíóbóðið. Já, þetta er bíóbúið. Velkomin. Ok, en já, hann vann þetta, Adrian Brody. Best Supporting Act. Timothy, hann verður örugglega svona eins og Leo, bara fær stærstu hlutverkin endalaust, mörg ári röð og svo vinnur hann þegar hann er 50 eða eitthvað. Já, hefur ekkert lífinu? Hann fyrir hvað heitir það? Jú, það var huge moment þegar Leo vann og bara eitthvað, allir salurinn stóðu. Hann vann hann eitthvað fyrir eitthvað The Revelers. Já, hann myndin sem hann er í snjónum. Já, Revenant. Með björnin og hann borðaði, eða fór inn í björnin og eitthvað. Já, ég hef aldrei séð hann, sko. Ekki, ég sé hann nefnilega út að þetta var svona mikið moment að hann vann fyrir þetta, þá horfði ég hann eftir á. Hún er alveg góð, sko, en þú veist, þetta er einmitt svona mynd sem er svona geðveikt hæg. Já. Og svona Óskarsmynd, já. Einmitt, en þú veist, típist að vinna fyrir það en ekki fyrir Titanic, skilur þú veist. Já, en það er svona meika mér sem, sko. Titanic er ekkert eitthvað stórleikur. Nei, en það er bara iconic mynd. Great Gatsby, kannski er það ekki svona... Nei, þetta var stórleikur, það sem hann er bara að frjósa á eitthvað, skilur. Já, kannski. Hún meikar alveg smá sem Nepali. En ég er samt, með Timmy, sko, á meðan sem ég er búin að heyra
Hann á að hafa staðið sér svo geðveitt vel. Já. Bara syngja sjálfur, skilurðu, og allt bara, og bara spila gítar og harmoníku og eitthvað, sko. Bara, Já, og bara, hann bara dedicataði talent. víst lífinu sínu, Já. en samt ekki Austin Butler, Nei. bara að vera fucking Maður tók pick me about it. Maður tók ekki eftir að hann var í Nei. einhverjum karakter eftir eitthvað spólu, sko. Nei. Ég hef ekki hugmyndað þessu. Nei, menn Austin Butler bara, well, hell, thank you very much. En það í Já. dag, og Hann maður bara, vann það ekki. slakaðu á. Nei, hvað það? Vann hann ekki ykkur Óskars? Hann vann eitthvað. Það, alveg að tjekka hérna, sko. Hann var alveg nominated, sko. Best actor. Nei, nominee, sorry. Hann var nominee. Það er það ekki? Sýnst það. Mér sýnst Will Smith hafa unnið. Já, var það sama Nei, ár? ég veit það ekki. 2003, nei. Já, ok. Nei, var það? Var það? Jú, á 2003 sem var Slapgate, eða ekki? Nei, það er lengra síðan. Nei, Sem Elvis var. já. Nei, Nei, það síðan var 2003. Slapgate var. Við vorum alltaf að byrja í tebóðinu. Já. En já, þú veist, ok. Anyways, Hver vann það? bara, Æ, sorry. alltaf, ég er líka ókslega fórhættin hver vann Já. þetta þá. Og googlum bara 2003 Oscar. Já. Hver vann það? Nei, þú veist, ef myndin kom út 2003, þá var Oscarinn 2004. Þetta er 95 Oscarinn. Ok. Oscar. Tjekka þessu. Já. Ég er bara, ef bara ekki viss, sko. Hver var það? Ég, Brendan Fraser. fyrir Það er spurning. Brandon Fraser. Það er spurningin góða. Já, þetta er þessi. Ég veit ekkert hvað. Ok, anyways. Allan að Timothy er ekki að talandi eins og Bob Dylan. Eða svona, ekki svo ég veit. Nei. Einmitt. Ekki svo ég veit. En Best Supporting Actress, við fyrir með það næst, þar voru tilnefndar Zoe Saldana fyrir Emilia Perez, Monica Barbaro úr Complete Unknown, hann Bob Dylan myndinni, Ariana Grande, Felicity Jones úr Brutalist og Isabella Rossellini Conclava. Og þar vann Zoe úr Emilia Perez. Já. 100 skipti sem hún vinnur eitthvað. Hver er Já, þetta hlutverk? fyrsta Óskarinn. Fyrstu Óskarinn hennar, já. Já. Það var mjög krúllið að sjá ræðin hennar og... Já, mjög tilfinningar, Já. Svona mikil. Ég, bara hlutverki, hún er búin að vinna bara svo mikið af veljunum fyrir þetta hlutverk, þetta er bara rosalegt. Já, það er bara galið. Bara, það er í alveg bara crazy. Kannski er einhver rosalegur stórleikur hann í seinni hálfleik að þessar spólu Já, sem við erum eftir að horfa á. þú veist, ég meina auðvitað, hún hélt andlitið þegar hún leik þetta, þú veist, það er ákveðin stórleikur. Rétt. Það er alveg ákveðin stórleikur, það getur verið eitthvað vagina, eitthvað. Ok, ef þið hafa ekki séð þessa mynd og ætlaði ekki að horfa á hana, þá er bara, lögin er sungin svo flatt. Þetta er bara, ég er að fá mér bestís og ætla að fara svo í Netto. Já. Þetta er bara svona. Já. Og svo allt í hennu byrja hún eitthvað að ratta einu sinni og maður svona, hvað er Já, að gera? núna ætla ég að sína mig, sko. Já, ég er bara svona, eftir þetta er bara að reyna að sína og can't actually að Já. syngja. Ángrís, þetta er bara 100% þannig. En að þú talar Netto, þá er við erum með fun fact. Já, fun fact dagsins. Já, að það, maður er alltaf að reyna að vera smart about everything og það er alltaf gert verðlags eftirlit hjá ASI og samkvæmt síðustu könnun þá var munurinn á milli Netto og annarra Vestland innan við 0,8% og þau eru núna að keyra herferð sem er blátt verðlag sem svona undirstrikar það svona að þau eru á hverju einasta ári og eru einu af Vestlunum sem gerir það hverju einasta ári bara töluvert að lækka verðin. They know what's up, sko. Já, og þau bara svona, þau passa sig að gera þetta alltaf eftir, þú veist, ef það er gerð verðlags eftirlitskönnun og þá passa þau að lækka í taktu það svo þau sé ekki, þú veist, eitthvað svona outdated og orðin gett dýr. Einmitt. Þannig að þau eru með ótrúlega góð verð á vörunum sínum. Svo er þau líka með bara svo fjölbreytt úrvalur með þú veist bæði dýravörur og ódýravörur af sömu vörunni. Einmitt. Og svo er það með samkauppsappið. Já, sem er alltaf þægilegast. Sem er alltaf ógeðslega þægilegt. Og þá getur þau bara, þú veist, eins og ég bara pantaði mér heim daginn með Volt. Þú veist, þá bara, gæti ég bara, var bara, ok, kottu bara strax heim, skilur. Einmitt. Það er svo þægilegt, Svo sko. næs. Bara mesta hagsið. Já, bara inn í samkauppsappinu. Bara mælum svo mikið með. Go get it! Og meðan þeir að því, fá okkur Coca-Cola og fá það beint heim. Já, án gríns. Coca-Cola Zero. Zero. Það er alltaf til núna heima. Já. Það er svo næs.
The pregnant lady. Já, það gott að geta bara fengið sér Alveg koffínlaust. Já, alveg Já. koffínlaust. Það alveg hags. Og það ekki munur á bragðinu. Nei, það sorry, mér finnst Coke Zero geðveikt. Já. En þetta annars betra. Það ekki... Það eitthvað skrítið. Já. Ég skildi ekki. Nei. Hvað í þessu? Sem að gera svona gott. Nice. Það var geðveikt. Eitthvað nice. Það er bara, það er svo gott. Já. Mér finnst að vera meira, Zero að vera meira eins og alvöru Coke, heldur en Zero. Það er eitthvað öðruvísi við það, sérstaklega líka þegar ískalt. Það er ekkert betur en ískalt Coca-Cola, sko. Nei, sveitt úr, sko. Sign me up. Sign me the fuck up. En best supporting actor, þá var tilnefndur Kieran Culkin fyrir A Real Pain. Ok, aldrei hefðum hann. Nei, Jura Borisov úr Anora, Edward Norton úr Complete Unknown, Guy Pearce úr The Brutalist og Jeremy Strong úr The Apprentice og vinnurinn þar var Kieran Culkin A Real Pain. A Real Pain? Það er mynd sem ég hef heldur ekki heyrt um. Nei, nú er ég að heyra hana fyrst núna. Þetta er alltaf svona, ár eftir ár. Einhverjar Óskarsverðlaunamyndir. Þetta er einhverjar mismatched cousins Benji and David toured to Poland to honor their grandmother. Ok, hvers konar myndir er þetta? Comedy og drama. Ok. Eitthvað svona drama. Drama. Herðu, ég var til þessi gæi. Hann er í þessu spólu, Jesse Eisenberg. Já. Líkur hann ekki Facebook-gæjan? Jú. Maður kannast við nú svona myndum á þeim tíma, svona 2010 einhvern veginn. Myndum, já. Rétt hér, já. En hann var samt ekki. Nei, mitt. Það var hinn. Það var hinn. Já. En best director, Sean Baker sem eru fyrir Anora, vann það líka. En þar var þar var Emilia Perez, Brutalist, Substance og A Complete Unknown líka tilnæmt. Ég nenni ekki að segja nöfnuna á directornum. Nei, við veitum ekki hvað fólkið þess. Nei, sorry. Best International Feature. Já, ég veit ekki alveg hvað það þýðir. Hvað þýðir það? Ég ekki hugmynd. Hvað? Það er svo ógeðslega mikið af verðlaunum sem maður líka bara International, what the hell? Hvað þýðir það? Og þú getur svona reynt að targeta hellinga eitthvað dóti. Það er einmitt málið. Af því þeir eru líka, af því að Emily Perez er tilhægt fyrir Frakkland. Já. Og það eru þau eru frá Mexíkó, fara til Bangkok. Já. Og hvernig kemur Frakklandinu? Ég skil ekki alveg þessi verðlaun. The Academy Award for Best International Feature Film, formerly known as Best Foreign Language Film. Við erum að breyta nafninu. Þannig að það er bara svona, já. En akkur er frans? Er þá töluð ykkur stað franska? Í myndinni? Já. Ég man nú ekki eftir því. Ekki í svona klukkutur sem við erum búin að sjá. Hvernig getur þú bara unnið? Nei, ég veit ekki. Það er ekkert annað sem þetta eftir í hug, heldur að þetta var ekki tekið upp í Frakklandi, var það? Nei, alveg ekki. Ég skil ekki neitt. Feature-length motion picture produced outside of the United States of America. Já, ok, non-English eitthvað, dæmi. Var hún í Frakklandi tekin upp? Þau voru í London líka? Já. Þau eru búin að fara til alla staðar sem við erum bara... Potbúin fyrir Frakklands líka á þessum síðasta hálftíma sem að... Nei, klukkutíma sem að saman ekki. En kannski hún bara tekin upp í Frakklandi eða eitthvað. Já, kannski, eða klift í Frakklandi eða eitthvað. Já, kannski. Eitthvað, ég veit ekki. I don't know. Best Animated Feature, vinnurinn þar var Flow, ég veit ekki hvað það er. Styrla Inside Out 2 ekki tekið að því ég held að það veri bara mest hæpaðasta myndin á þessu ári. En það er eins og það er. Já. Best Original Screenplay, núna nenni ég ekki að lesa tilnefningar þar. Það var Anora. Best Adapted Screenplay var Conclave, Peter Strahan. Best Original Song, já, við fórum mér þetta aðan. Emily Perez. Og svo Best Original Score, Brutalist. Hvað fuckum því það? Ég veit ekki, en bestu búningadesignin, það var vikert. Já, þau fengu eitthvað. Já. My Croots.
En þau fengur líka Best Production Design. Já, það hlýt nú að fucking vera. Gott. Það hlýtur samt nú. Já. Þetta var allt bara alvöru sett. Já. Bara alvöru Tulipanna Fields og bara allt alvöru búið til, sko. Það annað hefði náttúrulega bara verið a jail time, sko. Best make-up og hairstyling var Substance. Við verðum að sjá sem mynd, sko. Já, ég er spennt fyrir henni, sko. Best sound var Dune, part 2. Það er náttúrulega svona... Já, en þar var ekki söngleika myndin, sko. Nei. Vá, fyndið. Hvorug. Já, hvorug. Best film editing var Anora. En það er örugglega að tala bara, þú veist, hljóð bara gæðir. Það hlýtur að vera bara svona... The echoes. Já. Hlýtur að vera, sko. Best cinematography. Cinematography. Það er brutalist sem er típist fyrir svona hermyndir. Já. Best visual effects var Dune, part 2. Best live action shorts, það er eitthvað I'm not a robot. Svo eru bara komin í documentaries og eitthvað svona sem að skiptir ekki skiptir okkur ekki máli. Ekki okkur, nei, núna eins og stæðlega núna, ekki þannig til að þetta sé dokumentari Kardashians eða eitthvað. Þá byrjum við að pæla í þessu. En þetta er alltaf svona, getur eitthvað mynd okkur á næsta ári? Svona, að vera búin að horfa. Já, bara í janúar, bara stelpur farið, ok, það er alltaf tilkynnt í svona cirka byrjum febrúar, bara stelpur farið að horfa á þessu myndir. Já, eða bara reyna að fylgjast meira með myndir sem að koma út á árinu. Já, og ef maður missar að því, að þá bara í alveg taka febrúar að horfa á þessu myndir. Af því nominations kom alltaf mánuði áður, sko. Já, svo. Getum bara hort á þessa sem eru nominated, þannig að maður veit hvað maður er að tala í það, skilur. Ágrís, þá getur maður ekki verið eitthvað, já, ég er sammála, eða þú veist. Nei, einmitt. Við getum það ekkert, nema með Millu Peres. Þess vegna urðum við líka að horfa á smánan til að geta sagt eitthvað. Eitthvað, sko, því þá megum við hafa skoðun. Þú veist, það er svo erfitt að sitja að nú er eitthvað, hún átti þetta ekki skilið. Nei. Þegar maður hefur ekki séð neitt. Nei, og þú veist, það var bara svo fyndið á TikTok hjá fórupage mitt var bara að bera saman söngin í þessu mynd og hinni. Ég var bara... Að það er ekki sambarilegt, sko. Þetta er gjörsamlega hrika. Þetta er bara... Það þarf að leika syngja live og... Já, maður skilur þetta ekki. Líka, ég held að þessi Emilia Peres væri, sko, hellu saga. Þetta er geggjað storyline af bíómynd. Eða það hefur bara sleppt þessu söng. Já. Þetta er bara svo mikið cringe-fest. Og við vorum ræða bara hvernig við fenguðu leikarann til að gera þetta. Já. Það var fullorðin kallmenn, bara allt í hennu, bara læknir, bara... Hvað var hann að segja? There's no soul, it won't change the soul. Já. The society, you were wrong, já. Mr. Doctor, Mr. Lady, eitthvað, það var eitthvað ræðilegt, sko. Og hún er ekki íkjöp, þetta er svona. Þetta er galið. Og svo voru þau að syngja sikkvort vörsið á sama tíma og ég fekk bara næst í heilablóð, sko. Já, ángrís, þetta er bara... Já, ég bara svo, hvað er ekki? Stimulating my head, þetta er alveg hryglegt, sko. Þetta er svona svo fyndið, við vorum bara eitthvað að mála okkur og horfa á þetta og eitthvað. Svo voru að klæða okkur og Birta bara gati ekki því hún var alltaf að fara inn að klæða sig og kom alltaf fram að því hún var bara hvað er að gerast og bara ef eitthvað setjum við að staði þess að fæðingu var þessi mynda því var bara allt í þessu sest niður eins og pappin sem að vill ekki horfa á þetta alltaf svona í hotninu svona þá getur hann sest svona hotnið á sofanum og svo var hann komin upp í ég er bara það að 100% þar sko ég mun klára þessi mynd við verðum að klára það ég er rosalega forvitin líka því að þú veist, Zoe er að vinna Best Supporting Actress. Við skiljum það ekki. Og þú veist, at this point sem við erum komnar, þá er hún búin að vera bara aðalleikonan allan tíman. En samt er hún ekki aðalleikonan, heldur hinn. Nei, af því hinn er með aðalhlutverki. Já, og hinn var tilnæmd í besta sem aðalleikonan. En kannski að því að, þú veist, myndin heitir eftir henni. Það hlýtur að vera bara þannig, sko. Að sagan sem skrifaði kringum hana eða eitthvað. Þetta er eins og hvaða bók aftur svona Evelyn Hugo skilur jú, einmitt þá er svona annar rithöfundur sem er eiginlega main character en hún er samt að skrifa hérna Evelyn Hugo, já, nokkla já, hvað við erum orðin eitthvað svona við erum orðnar eitthvað svona þetta er eins og bókin sem við lásum eitthvað svona, ég veit ekki hvað ég orði á að nota not gonna use the word old heldur bara svona mature. Já, bara svona, þú veist, við getum borið þetta saman við bækur literature já. Bókmenntir við erum alveg, we're smart við erum alveg smart já, ég er alveg stolt af ykkur já. Þetta er eins og bókin hann að Evelyn Hugo joina okkur í bókabóðið, sjá þetta bókabóðið á gríns nei, hérna
Heyrðu, eitt sem ég líka eftir að segja ykkur frá, en það elsku bestu vinkonu okkar hjá Blush. Það ætla að vera með svolítið spennandi núna í sumar. Og Já, Birta er ógeðslega spennt. Ég náttúrulega bara get ekki beðið. Herðu, þær ætla að bjóða, gert þetta áður, en ætla að gera þetta aftur í ár, ætla að bjóða upp á vottaði tottari með Go-Go-Star. Núna þurfum við náttúrulega að fara að fá þetta skírtinni, sko. Já, og svo líka, fyndi að þú geta fengið skírtinni, en bara okkur ekki, þú ert aldrei að setja menta þig. Rétt. Bara you're never too late. Nei, þú getur alltaf menta þig. Já, en þetta verður svo sett boði, þú veist, á völdum dagsetningum frá apríl til júní og þetta er svona fullkomið fyrir, þú veist, gæsahóp, steggjahóp, vinkonukvöld, bara, þú veist, ammæli eða eitthvað, þú veist, vinnustafi. Ekki? Jú, það er alveg gaman. Jú, við þurfum sem vinnustaður. Já, við getum farið sem vinnustaður, bara svona vina og vinkonahóp, bara allt, skilur og þú veist, að halda ammæli eitthvað, bara fyndið, þú veist, eitthvað hæristelpur, þú maður stoppa þetta, Geðveikt. Og á þessum viðburði, þá fer Go-Go-Star yfir lykilatriði Sparitótts og þetta er fræðandi, fyndi og frábært og í lok fá allir viðurkenningarskjal og titilinn Vottaður tottari. Það er alveg iconic. Það er fokkslega iconic. Og það verður hægt að kaupa miða á þetta inn á blush.is, það mögulega er að byrjað eins og staðan er núna, en maður á bara að fylgjast með á Instagram, þá á Instagram hjá blush.is og þá sjáum við hvernig miðarnir fara í sölu og hvaða dagsetningar þetta eru. Ég veit. Já, hver ætlar ekki að verða vottaði tottari? Já, ég get ekki svarað því. Ég ætla að verða það. Já, ég líka. Ég segi, ég er bara alltaf að safna að mér Gráðum. Já. Mér finnst það bara frábært. Þetta verður 1 af 5. Já. Ég með 5. Það er alveg gott, sko. Já. En já, það ég sá líka, þú veist, Kylie var gorgeous. Var gorgeous, So gorgeous. Í mjög kjól. Bara looked so good. Og þetta er svona, já, í þeim fáu skipti sem að síðan hún er búin að halda sig og hún er ekki búin að mæta allar veluna afhendingar. Og hún svo mætti, ég kom mér óvart að sjá hana þarna. Ég veit það, já. Út af, náttúrulega, bara, Jesus, já. Sem er ekki Jesus. Sem er Jesus, ok. Já, bara alls ekki það þá. Já. En já, út af hárstílistin hennar lést. Hræðilegt. Já, þú veist, eins og hún postaði, skil, það var náttúrulega bara, hún postaði ekki að skrifa það, en maður bara sá á postunum, þetta er miklu meira heldur hárstílistin hennar, þetta er bara besti vinum hennar. Já, bara, já. Og alla myndina sem maður sá, maður bara svona, ok, you are close. Já, fattur þau, já. Og líka bara ógeðslega sorglega, bara geðveikt ungu maður, bara prime time, skilur þú veist, hvað það er lúnabólga. Alltaf, já, sest þegar fólk, sérstaklega í Hollywood, þeir eru lúnabólga. Já, og svona ung. Já. Ég sammálaði, þú veist, maður er svona, hvernig gerist það? Það er alltaf notað fyrir nómi, í kringum með þetta Diddy-mál, til dæmis, allir sem hefur dáið, það er alltaf lúnabólga. Já. En líka, þú veist, ekstra hægilegt, ég veit ekki hvort það sé eitthvað satt í, en hann á hann ekki hafa verið að ferðast með J.Lo. Jú, J.Lo postaði einhverju kvæðju hann. Þú veist, hann hefði náttúrulega skilin eftir, sko, í ferðalaginu sem hann var í. Þú veist, það var laður inn á spítala og skilin eftir þegar hún fór, eða hún fór. Já, sem er kannski ekki kannski rétt orðað eða eitthvað. Já, og kannski ekki skrítið. Nei, þú veist, akkur eftir að býða. Já. Þú veist, ef hann er komin í læknishendur sérstaklega. En fyrst var þetta þannig eitthvað svona, hann var bara skilin eftir. Já, látið eins og hann er bara left to die, skilur. Já. Það er alveg hræðilegt. Og our Gossip Girl friend, oh my God, hvað er að gerast? Já. So sad. Sorglegt. 39 ára. Já. Það er bara, mér finnst svo leiðilegt, mér finnst allir vera að falla frá hérna. Ég veit það. En Michelle Trachtenberg lést svona daginn, 39 ára gömul. Þekkja hann kannski úr Ice Princess, Gossip Girl, 17 Again, bara svona alls konar myndum, eða þú horfðu á Gossip Girl, þú veist, þá þekkja maður hann mest þaðan. En þetta er hræðilegt. Þetta gerðist bara með nokkra dagar millibili. Já. Það var hrikalegt, sko. Já. En til þess að fara aftur yfir á léttari nótunar, þá tískana úrskurðnum. Þetta er náttúrulega, þú veist, það er svo erfitt einhvern veginn svona, því þetta er svo svona, mér finnst eins og Golden Globes vera svona meiri tíska og þetta er svona meira, þetta er svona meira elegans, þannig að þú veist, þetta ertu bara meira með, þú veist, eitthvað svona klassískt. Já,
en Demi Moore var óslega flott í svona steinuðum kjól frá Giorgio Armani. Ég var eiginlega ekkert að pæla átfittunum. Nei. Af því að þetta ekki The Met eða eitthvað. Einmitt. En Timmy náttúrulega alltaf búin að vera serving þess að dag. Já, alveg Butter yellow, sko. Já, butter yellow, já. Nákvæmlega. Givenchy. Ertu byrjað að mýkjast upp fyrir Timmy eða? Ég fíl hann alveg, mér finnst hann ekki hot. Það er ekkert eitthvað hot, hann er alveg cute. Hann er bara, já, þú veist, hann er bara, já. Hann er cute. Já, ég er spennt að sjá hann. Þú veist, það var svo skemmtilegur. Máli ég er sko bara búin að sjá hann leika í Vonka, ég þarf að sjá hann í leiki. En þú sér það, hefur ekki hört á SNL og eitthvað? Þú veist, ég horf bara á klippurnar, skilur. Já. Þú veist, auðvitað hann ógstlega fyndin í sumum atriðum. Ég elska bara hvað hann er fyndin. Já. En ég held hann sé super nice, ég held hann sé ógstlega nice dude. Ég held hann sé super funny. Já, veist, svona nice, hann er, Pete Davidson er super funny, en hann lukkar ekki sem nice. Jú. Finnst það? Já. Mér finnst hann svona meira lukka eins og svona, hann er... Mér finnst það Timmy og Pete ekki vera sama... Nei, þeir ekki, ég segi, mér finnst þeir ekki vera sama kalibera upp á sko... Attractiveness. Nei, orkuna. Já. Sem þeir gefa. Er það ekki attractiveness líka eða orka? Jú, örugglega að blanda inn í það, sko. En mér finnst svona Timmy vera svona, hann lukkar eins og svona geðveikt góðu gaur. Ég veit ekki, sem er sjúklega fyndina, menn Pete lukkar ekkert eitthvað svona gett góður eitthvað. Já, ég veit ekki. Veit ekki hvernig við fórum með þetta. Nei. Cynthia var í Custom Louis Vuitton, alveg bara... Hún er bara reisa slaufa, sko. Þetta er bara ókslega Cynthia-lega kjóll. Já, hún er faktisk slegin, sko. Já, hún er alveg elska svona, sko. Alveg svona ball gowns. Hún er svo flott. Já. Herri, mér varst þessi æði. Já, Ariana. Ariana Grande er mjög flott. Þetta er rosa einstakur kjóll, en hún er bara... Já. Svo sætt. Hún er svo eitthvað svona, þú veist... Ballerina bara. Fairy angel. Já, blóm eitthvað. Já, eitthvað, rosalegt, sko. Sebastian Stan, bara, þeir eru alltaf klassískir bara en að suit and tie. Ég er mjög spennt fyrir Metta að komið bara eitthvað öðruvísi kalla. Var ekki eitthvað þema sem að... Hvað er þemað? Var það ekki eitthvað Eru búin að fara svona tux? Já, jú, það ekki. Jú, það var eitthvað... Eitthvað svona suit-dæmi. Ég er að segja eitthvað, sko, við getum hafa talað um það í síðasta þætti og ég man ekki neitt Nei, en ég man það alltaf. þessa dagana, sko, þannig ég vil bara segja annars sorry ef við erum búin að fara yfir það. Það er alltaf síðan fór mér. Já, Superfine Tailoring Black Style. Alveg rétt. Tailored for you. Já, Tailored for you. Einmitt. Ok, þetta verður annarkvæmt ógeðslega fucking boring Matt Já. eða geðvikt. Þannig að þú veist, ég er vona að kallanir fara að gera eitthvað svona... Í litum Já, og í þess... eitthvað öðruvísi. Já, Svo í bara sammála. Bad Bunny er ennþá the winner of male Met fyrir mér þegar hann var... Já, Giacomo opnið bakinu. Já, Það var iconic, sammála. sko. Vá, það var styrlað. En já. Já, þú veist, eins og ég segi, þú veist... Ekkert að þessu er eitthvað shocking. Nei, þú veist, þetta er bara svona, þetta er, já, Selena Gomez líka náttúrulega bara í steinuðum kjól, þetta er rosa Oscar-legir, outfits, einhvern veginn, og, Já. Æ, þú veist, ekki sammála, Jú. bara ógeðslega Oscarslegt, einhvern veginn, Já. þú veist, rosa mikið bara svona, þú veist, svona ball gowns með slaufu. Já, þú mátti eiginlega ekki vera eitthvað of ekstra líka. Nei, þú veist, og þau eru bara ekkert að gera það. Nei. En jú, Zoe var reyndar Nú var þetta smá svolítið í öðruvísi kjól, já, hann skemmtilegur. Flottur, já. Miley var hann skemmtilegum kjól. Eða bara svona mjög basic. Þannig já, þú veist, þetta er ekki einhvern veginn, þetta er ekki... Ekki eitthvað outfits til að tala um, sko. Nei, En bara flott. bara mjög flott, sko. Þannig að, þú veist, alltaf gaman, sko. Alltaf mjög gaman. Það er bara eðislegt. Já. En við þurfum allan að fara að sjá þess að Bob Dylan mynd, sko. Við þurfum að beilast til leið. Já. Hoppaði gólegu bílan okkar. Brunnaði bíó. Brunni bíó, sko. Ég held að það sé líka alveg mynd sem hún vilt sjá í bíó. Já. Ég er búin að heyra að þetta gefið svona sama væp, þú veist, gaurinn sem var að leika Freddie Mercury, þú veist, sem bara svona geðveikt náðunum. Þú veist, ég þekki Bob Dylan ekki það mikið. Má ég fá að sjá hvernig hann lítur út? Bob Dylan sjálfur. Já. Já. Veistu hvernig hann lítur út? Nei, eins og ég segi, ég þekki hann rosalega lítið, sko. Ég veit eiginlega ekkert manninn, sko. Nei, ekki heldur. Já, ég man núna. Þú veist, þeir eru alls ekki líkir í andliti. En ég sé alveg að hann getur channelað hann. Hefur ekki séð þetta aðþrið af honum með harmonikanu? Nei. Ég sendi þér þetta byrta og ég sagði, viltu koma með mér í bíó? Þú sagði já. Ó. Þú sagði já, ég er alltaf til í svona myndir.
Ok, veistu það, Það er ég svona segi, 3 dagar. ég man ekki neitt. Svaraði mér, ég sver. Ég gerði það pottet, en ég er ennþá að segja já, sko. Ég er ennþá til. Svo varst þú, þess vegna varst þú varst að byggja mig áðan, ég er lengi búin að byggja frá áðan, Nei. búin að gleyma því. Sunniva, þú ert heppin að ég muni hvað ég heiti. Þetta Já. já. Já, kannski alls smá síðan. Kannski alveg 2 vikur eða eitthvað. Ok, Þetta er það. en hérna, Ég segi, hver kemur bíó? Þú ekki, ég elska svona myndir. ég elska svona myndir, Já. svona sögumyndir, Tónlistafólk, sérstaklega. tónlistafólk, Já. það er bara uppáhaldsmyndinu mína, Já. sko. Þannig ég Það eru líka alltaf góða myndir. Finnst þér það ekki? Jú. Hann er á lífi. Hann er. Já, Það er gott. það er mjög Það er gott, bara sprelljandi. Já, Það er gamall. 83. Jæja, Já, það er nú engin aldur. Nei, Hann er ekki komin í síkóði, kannski? nei, en kannski ekki komin í síkói. En hérna, var pottet í því, hugsi mann. Já, Lítur frá. Lukas maðurinn. En já, ok, ég er mjög spennt að hérna sjá þessa. Já, ég líka. Ég er svo spennt. Já, þetta læra hans meira mannin, sko. Mhm. Og sjá bara Timmy, því það er alltaf að segja bara þetta gaurinn sem leik Freddie Mercury hérna, í þeirri mynd, þú veist, hafi verið með svo mikið leiksir og hann var með það, Það var ekki ekki hann var geðugur, mann ekkert hvað hann heitir núna, en hérna, þetta sé svona sambarlegt Já, ok. dedication, sko. Já, Spennt. án þess að, já, Já. ég er mjög spennt fyrir því, Já, líka. án þess að vera eitthvað svona tacky eins og, þú veist, Það sástu ekki, hann vann eitthvað daginn, hann Timmy, og hann var smá cocky, vil ég svo með minna. Sástu ræðan hans? nei, Hann var bara, verðilega að finna það, því að hann var alveg, fólk var svona, ok, I love that confidence, en sumir var bara, hvernig cocky. Hann var bara að segja, bara basically, að hann ætlaði að vera bestur. já, Bara in the business. Hann er going for what we are seeing, sko. það er bara 100% þannig, sko. Hvað er það? Þetta var bara daginn, sko. Það er endalist af þessum awards og eitthvað núna. Ég veit það, Í gangi, jú, það er búið að vera svo mikið. Þetta er bara, this is the season, sko. Já. But I want to be one of the great. But the truth is, I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm inspired by the greats here tonight. I'm as inspired by Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, and Viola Davis as I am by Michael Jordan and Michael Phelps, and I want to be up there. So I'm deeply grateful to that. This doesn't signify that, but it's a little more fuel, it's a little more ammo to keep going. Thank you so much. Og ég fíla svona ræður. Ég líka. Ég elsku svona, mér finnst þú ekki vera kokki, mér finnst þú bara vera svona, ég bara, láta ekki vita, ég er að manifesta þetta. Já. Þetta er smá svona, kann ég ræða? Já. Þú veist, Þetta er ekki alveg kann ég nei, á sínum tíma, þegar Já. maður bara, people wanted to know what I'd do if I didn't win, I guess we'll never know. Þú veist, Þetta er ekki alveg það. þetta er ekki það Nei. kokki, en ég fíla Já. samt, þú I'm veist, gonna be one of the greats. já, ég fíla the confidence. Hann er bara að manifesta þetta. Já. Og það er bara ándurs að virka. Já. Og hann setti þetta út í fucking kosmosi núna. Og svo horfum við hann bara vera bara, þú veist, the 200th Academy Show, Oscar, bara eitthvað tilengað Timothy Chalamet. 200. Ég veist þetta ekki. 100 ár, eftir 100 ár. Ég segi bara eitthvað svona skilja, þú veist, 103 ár með svo bara eitthvað, fattur þú veist, hann á öruglega, þú veist, þetta er bara, hann er bara með eitthvað aim og hann ætlar í það, mér veist að þú veist, Ég kokki já. er að vera bara að lappa upp og svo að lemja eitthvað. Er það kokki? Það er bara abuse. Já, satt. Fattur þú veist, það er bara eitthvað, Já. fuck, hvernig ætla Will Smith mig að mæta aftur? Ég mitt. Hann er ekki bannaður það. Jú, var ekki 10 ár? Það ekki. Já, En það er tíu. ekki að fara að leiki í ykkur Nei, svo næstunni, fyrir utan það, Já. sko. Hann er ekkert að leika, sko. Nei, kallinn, sko. Elsku. Já, ég veit ekki. Svona er það. En já, þetta er bara svona. Já. Hvað getur maður sagt? Ég mitt. En hérna, ég er bara spennt fyrir að fylgjast með þessu. Ég ætla að reyna að hérna, fylgjast með á þessu ári hvað myndir koma út, svona stórmyndir. Vera duglega að fara að sjá það. Já. Svo við séum bara í mars og næsta ári með það Unlock. unlock, sko. Já. Það ekki? Jú. Bara byrja bíóbúið. Já, Það er kringum Óskarinn bara, skilur. Við þurfum að gera það, sko. Já. Af því að, þú veist, við erum alltaf að tala um eitthvað og ég veit ekki, maður sem fljótur að detta bara inn í eitthvað svona, þú veist, að horfa á eitthvað sem er bara basic. Já, true. En já, þannig að við ætlum að skilja ykkur eftir með þetta núna, er það ekki? Jú. Sjáumst mjög hress í næstu viku. Já, sérst megaræs. Já. Það er ekki bra. Jú. Love you guys. Love you.